Við ætlum að reikna núna 4 mismunandi lýsistærðir fyrir miðju fyrir þessar mælingar hér. Og við byrjum á að taka eftir því að við höfum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mælingar, svo við getum skrifað hjá okkur að litla n fjöldi mælingar jafnt og 7. Fyrsta lýsistærðin sem við ætlum að reikna er miðja spannar. Og miðju spannar reiknum við einfaldlega með að leggja saman lægstu og hæstu mælinguna og deilum svo í með 2. Og við notum oft litla x bara til að tákna eða merkja mælingarnar og x mín vísar þá bara í þá lægstu og x max í þá hæstu. Og í þessu litla mælisafni hér, lægsta mælingin er 2 ekki satt, svo hæsta er 10, við deilum í með 2 og fáum út 6. Það er miðja spannar. Ef við hugsum okkur aðeins hvað er miðja spannar, má ég kannski bæta því bara hérna við þegar við horfum á talnalínuna að ef við skrifa hérna, hér erum við með talnalínu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, það var lengra, 9, 10. Lægsta mælingin hún var 2, það er sem sagt hér, og svo hæsta var 10 og miðja spannar sem er 6 er hérna akkurat á milli þeirra, hér í 6. Svona. Heyrðum, tíðasta gildi, það er nú sannlega svona auðveldasta hérna lýsistærðin fyrir miðju sem við skoðum og við könnum hreinlega hvaða gildi kemur oftast fyrir í mælisafninu okkar. Og við sjáum það að 5 er eina talan sem kemur oftar en einu sinni fyrir, hún kemur 2 sinni fyrir, svo það var auðvelt, tíðasta gildið er einfaldlega 5. Miðgildið, það er kannski ágætt að taka það fram að tíðasta gildið þegar við erum með svona samfellda talnabreytur að þá reiknum við ekki tíðasta gildið. Þetta er lýsistærð sem við notum fyrir flokkabreytur og strjálar talnabreytur. En miðgildið, það er næsta dagskrá og þegar við ætlum að reikna miðgildi svona mælingar þá þurfum við að byrja á því að raða mælingunum í rétta röð. Við sem sagt skrifum upp, við byrjum á þeirri lægstu og það eru 2, svo höfum við 3 og svo var það 5 er það ekki og 5 kemur hérna fyrir 2, svo erum við með 6 og við erum með 8 og svo erum við með 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mælingar, ég er ekki að gleyma neinum, frá minnstu og upp í þá stærstu. Miðgildið, við byrjum sem sagt á því að finna út úr því hvar í þessari röð er miðgildið að finna. Og við getum bara að kalla það sæti í röð. Og sætið í röðinni fyrir miðgildið, það finnum við sem sagt sem 0,5 sinnum n plus 1. Og n-ið okkar hérna er 7, svo hér erum við með 0,5 sinnum 7 plus 1 sem er 8 eða jafnt og 4. Og nú skulum við passa okkur rosalega vel. 4 hérna, það er ekki miðgildið. Það er hvar við finnum miðgildið í þessari röð hér. Þannig að við þurfum að telja. Ég þarf að finna mælingu númer 1, 2, 3, 4, 5. Svo miðgildið er jafnt og 5. Hérna vorum við með fjöldi mælinga, hérna er 7 sem er oddatala. Hefðum við verið með fjöldi mælinga sem svo við hefðum verið með kannski eina mælingu hérna í viðbót fyrir ekki náttúrulega bara að bæta við, til dæmis hérna mælingunni 12. Að þá hefðum við fengið út 4,5 hérna, það er að segja ekki sléttatölu hér og miðgildið okkar hefði verið, þá hefðum við þurft að reikna það sem meðaltalið af mælingunum í sæti 4 og 5. En það er sem sagt annað dæmi sem ég ætla að gera, flækja þetta of mikið hérna. En síðasta lýsistærðin sem við ætlum að reikna, það er svona sú sem kannski er mest notuð en kannski ekki endilega skynsamlegasta lýsistærðin að nota og það er meðaltal og við táknum meðaltal oft á þennan hátt x og bar
Og meðaltalið reiknum við, skrifa hérna í formúluna, y sama sem 1 og upp í n. Hér erum við að nota summutáknið og summutáknið segir okkur hreinlega, nú ætlum við að leggja saman allt þetta hér sem stendur hérna inn í summunni. XY, þannig að y-vísi notum við bara til að vísa í ákveðna mælingar og þessi vísir á að keyra frá 1 og upp í n þar sem n er fjöldi mælinga. Svo hjá okkur þá erum við summuna frá y sama sem 1 og upp í 7 af XY og n-ið mitt er 7. Þetta segir mér hreinlega, þú þarft að leggja saman alla mælingarnar og deila svo með 7. Gerum það. Við erum með 10 pluss 2 pluss 5 pluss 3 pluss 8 pluss 5 pluss 6 deilt með 7 og það er svo mikið sem 39 deilt með 7 sem er, nú erum við búin að skrifa þetta hjá mér, 5,57. Svona, þá hefur við reiknað út 4 mismunandi lýsistærðir sem allir lýsa miðju mælisafnsins af þessum 7 mælingum.